búin að bíða smástund á sviðinu aðeins hérna. Ég langar að sýna ykkur smá myndband fyrst og síðan hérna tala aðeins út frá því. Við viljum sitja á fyrir okkur og ég langar að við skoðum þetta myndband sem við, hvort að við getum verið á þessum stað sem að þetta myndi að fjallar Að því í mínu hjarta í dag alveg ég sorgmætur í dag. Ég sorgmætur. Það fullt af fólki sem að berjast í dag og fullt af fólki inni sem að berjast. Erfiðu baráttu við alkóhól, við fíkniefni, við þunga og kvíða, alls konar andleg veikindi. Og ég finn svo í hjarta mínu að við þurfum að fara að læra það sjálf núna að standa í skarðinu fyrir þá sem að berjast. Og mér langar til þetta myndband svolítið lýsandi dæmi fyrir það hvernig ég trúi því að kirkjan sé búin að vera svolítið og við erum búin að vera. Við erum ekki að dæma einn eða neitt. En þetta myndband er sýn sem að William Booth sem var stofnandi Hjálpræðishersins fékk fyrir mörgum árum síðan og þessi var sett semst inn í svona mynd og við skulum bara sjá þetta og skoðum þetta með opnum hug. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock, I saw a vast platform. And on this platform I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds. And he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them until the sweat of his great anguish ran down in blood. And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money-saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us." But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." And then I understood it all. It was plain enough.
That sea was the ocean of life, the sea of real, actual human existence. Those multitudes of people struggling in the stormy sea were the billions of sinners from every race, language, and nation. That great sheltering rock was Calvary, the place of the cross, and the people on it were those who had been rescued from sin and hell, and who professed to be followers of Jesus Christ. That mighty being who called to them from the tempest was the Son of God, the same yesterday, today, and forever, who is still struggling to save the dying multitudes about us from this terrible doom of damnation, and whose voice can be heard above the music and machinery and noise of life, calling on the rescued to come and help him save the world. My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? Amen. Sorgleg. Eða hvað minnst ykkur? Ég hef nefnilega að þetta sé það sem að gerast innan með mér í dag. Ég að kynna svo rosalega mikið af nýju fólki. Það er bara 3 ár síðan ég kom inn til Íslands eftir ég var búin að vera erlendis í 10 ár eins og margir vita. Og ég var að berjast við áfengisneyslu, gríðarlega neyslu í 10 ár erlendis. Og þessi þrá er alltaf verið í mínu hjarta. Það er að koma og hjálpa þeim sem að berjast. Hjálpa því fólki sem að getur ekki staðið fyrir sig sjálf. Og mér Guð að gefa mér svona eins og nýja sýn í þetta að alveg eins og þegar við biðjum til Guðs, þá biðjum við gegnum Jesú Krist. Hann er svona meðalgangur okkar til Guðs. Og nákvæmlega eins er það þannig, þessir aðilar sem að berjast, við þekkjum svo mikið af fólki sem að berjast í dag. Fólk sem hefur verið með hraði, kvíða og ótta. Fólk sem við fórum í dag með elskulega vin og bróðir upp í meðferð í dag og ég get sagt það krakka að ég bara hjarta mig brast að sjá þetta. Það var hræðileg sjón. Að sjá líf, yndislegu drengur sem hann var alveg við dauðans styr. Í dag er hann komin í meðferð, lofsi Guði fyrir það og við skulum biðja fyrir honum. Þetta okkar, hann yndislegu bróðir sem átti svo óbúslega góðan tíma og laðaði að sér fólkið inn í Guðs ríki, laðaði að sér fólkið inn í United, var hann með okkur í starfunni þegar óvinnurinn kemur og stingur hann í baki. Og ég skal segja ykkur það sem er að gerast í dag, það er fullt af svona fólki út allan bæ. Inni er fólk sem er að berjast í nákvæmlega sömu hluti. Þetta myndband segir svolítið mikið. Hvernig er það þegar við komum að því við þurfum að beygja okkur niður til að hjálpa ykkur? Segjum við bara, hann er bara dottinn í þetta er bara hans vandamál. Það er ekki hans vandamál í dag. Málið er það að þegar þú ert komin á þennan stað og þú ert komin með kvíðan og óttan og hræðslunni í lífið þitt, að það sem gerist að þú missir viljan. Og viljinn, það er það sem við notum til þess að velja Krist eða hafna honum. Í byrjun, þegar Adam og Eva voru sköpuð í hans mynd með vilja til þess að velja og hafna. Og þau höfnuðu Guði strax í, þau ólítu Guði strax í aldingarðum, þá kemur erfðasyndin inn. Og þetta er nákvæmlega sér í dag. Guð, hann kemur ekki og ryður sér inn í lífið. Hann kemur aldrei til með að gera það. Af því að þá myndi hann brjóta einna grundvöllum sköpunar að taka ekki að þér frjálsa viljan að velja. Þessir einstaklingur og það fólk sem við erum að berjast fyrir, við elskum fólk til lífs og við þráum að elska þig til lífs sem ert hérna inni og ert að berjast. Við þráum bara að fá að sjá þig rísa upp. Hjarta mitt er fullt af angist fyrir þér og fyrir þessu fólki sem og öllum þessum einstaklingum sem er að núti. Þú veist, ég elska að elska, það er besta sem ég veit. Mér er alveg sama hvað fólki finnst það hvort það sé væmi eða ekki væmi, skiptir mig engu máli. Ég elska fólk. Þegar ég sé útigangsmannin, þegar ég sé þig sem er að berjast hér, sem er hérna í dag, það er fólk hérna inni sem er undir áhrifum áfengis og fíkniefna, veistu að ég dæmi þig ekki. Ég elska þig bara nákvæmlega svo ert. Ég horfi á augun þín og ég sé í hjarta þig. Ég sé manneskju á holdi og blóði og ég sé manneskju með hjarta sem slæðir, tilfinningar og væntingar og vonir og ég vil sjá þetta rísa upp. Og vitið það, í blöðunum er oft talað það, ég var að tala hérna á bænastundunni í dag, að það er fólk sem er að deyja úr ofneyslu áfengis og fíkniefna og það er verið alveg gríðarlega mikið núna og margir að vera að taka líf sitt og við köllum það fórnarkostnað. Og þú veist, þetta er rangt, við eigum ekki að tala svona hluti út. Þetta er bara að rangt að segja þetta.
Við getum aldrei talað mannslíf sem fórnarkostnað, aldrei nokkuð tíman og eigum ekki játa það fram. Og við eigum bara að beygja okkur niður. Allir menn hafa séns, allir menn geta öðlast lækningunni í gegnum Jesú Krist og það hann sem við boðum hér. Við boðum Jesú Krist, við boðum kærleika hans og elsku og hann þráir að grípa inn í lífið þitt í kvöld. Hann þráir að reisa þig upp. Við erum ekki búin að gefast upp á þér og það Guð heldur ekki búin að gera. Guð þarf að nota okkur, alveg eins og þetta myndband segir. Guð þráir að nota hendur okkar, tungu okkur varið til þess að tala út og heyra og sjá eins og hann sér. Til þess að við getum reist upp fólk. Ég segi, hingað ekki lengra. Þráin Skúla var að segja við mig áðan að þegar að Slysavarnaskóli var stofnaður, ekki Slysavarnaskólinn, að þá var einmitt markmið út af hverju vildi við gera það, að því þú sögðu hingað ekki lengra. Við verðum að gera eitthvað. Og það nákvæmlega eins og við í mínu lífi í dag. Hingað og ekki lengra. Og ég trúi því að Guð að gefa okkur kraft, vilja og þrá til þess að stíga fram og hjálpa fólki sem úti í myrkrinu. Og það fullt af fólki. Krakkar, þeir sem hérna inni og líka margir sem hérna inni sem í myrkri. En Guð þráir að taka ykkur úr þessu myrkri og koma ykkur inn í ljósi, koma ykkur inn í lífið, inn kærleikann og elskuna. Þetta það besta sem til Mitt markmið í lífinu hefur verið það að vinna mikið og eignast peninga. En það hefur allt farið ofangarð og neðan. Í dag mitt markmið það að gefa Guði allt sem ég á. Og ég veit að hann gefur mig tilbaka sem ég þarfnast. Það bara þannig. Alltaf þú gefur af þig, kærleika og elsku, þá færðu það 1000-falt tilbaka. Og þú veist það margir sem hérna inni sem tilheyra kirkjunum búin að gera það kannski mörg ár. Og hérna, það minnir mig alltaf svo á söguna að við lítum alltaf svo lítið á það sem við erum ekki neitt, við eigum svo lítið að gefa, við getum ekki gefið neitt, ég kann ekki gera þetta og ég get ekki beðið, ég kann ekki spila á gítar, kann ekki spila á trommur, en það skiptir engu máli, Guð gefið talentu. Alveg eins og þegar þeir voru matarlausir og Guð þurfti að það voru 5000 kallmenn og konur og börn og þurfti að borða og það var ekki til að borða og hann spurði ekki til að borða, nei það ekki neitt til að borða og það langt í bæinn til þess að ná í mat og það engin peningar eða neitt. Þá sagði hann, hafið þið raunverulega ekki neitt. Þá sagði, jú, það einhver stráklingur hérna með 2 fiska og 5 brauð. Og þá sagði hann, já, komið með það. Og hvað gerði? Hann metti þessar 5000. Konur og börn. Og það var fullt af körfum að minnslu sem urðu eftir. Út af hverju? Að því að Guð tekur, þetta nákvæmlega með talentu þína og þitt líf. Þú sem átt lifandi trú á Jesú Krist. Hann tekur þína talentu, komdu bara með hann til hans. Og hann magnar hann út og gerir hann stóra og mikla og öfluga og notar þið til þess að ríki Guðs með framganga á þessari jörð. Og það það sem málið í dag. Og vitið það að Guð að gefa okkur styrk og kraft til þess að tala inn í ráðamenn þessar þjóðar og þeir hlýða. Ég trúi því að það þannig. Vitið það, ég alveg tala. Óvinnurinn, ég kýs að kalla djöfulinn og það. Hans sterkasta vopni ég ekki til. Að því þú varast ekki það sem ekki til. Að hann fer út sem öskrandi ljón í dag og á alveg gríðarlegum krafti. Og hann að splundra fjölskyldum. Hann að splundra lífum fólks. Sjálfsvíg á aldrei verið eins mikil á Íslandi eins og í dag. Og síðustu vikur hafa margir, ungir, menn og konur tekið líf sitt. Og þau eru farin og kom ekki tilbaka aftur. Og okkur alveg sama. Og okkur ekki sama. Við sem í þessu starfi, okkur ekki sama. Við þráum að fara og gera eitthvað. Guð gefur okkur styrkin og kraftin til þess að gera það. Guð gefur það sem að þarf til þess að fólk megi leysast. Og við höfum séð svo mörg kraftaverk. Við höfum séð svo mörg kraftaverk í þessu starfi hér og innan kirkjuna. Að þegar Guð kemur inn í kringumstæði fólks og umsnýrði því gjörsamlega. Setur saman fjölskyldur. Tekur niður vígi í lífum fólks. Og fólk verður að fókusa hann og lifa eftir hans lögmál og hans orði. Og ég trúi því í dag að þessi dagur í dag, það búið verið svo mikið sorg í mínu lífi. Við vorum hérna á laugardaginn og vorum að biðja. Það kom hérna hópur af fólki og vorum að biðja hérna fyrir að ég fekk svo mikla reiði innan með mér, svona réttláta guðlega reiði gagnvart því sem djöfullinn að gera í lífi fólks. Og við komum á báðum hérna og Guð talaði til okkar á þessari stund og málið það að það sem Guð að segja við okkur þetta hingað og ekki lengra og okkur á ekki að vera sama og við eigum að fara út og vinna verkið. Og ég bara þrái það að í kvöld að þá ætlum við að loka augunum, biðja ykkur bara að loka augunum og hugsiði fólki sem í kringum ykkur. Þá einstaklinga sem í kringum ykkur, sem eru ennþá í myrkrinu. Fólk sem ennþá í myrkrinu að núti,
að berjast við kvíðan og óttan, að berjast við þessa vanmáttakennd, að berjast við þetta ógeðslega áfengi og fíknefni sem að splundra lífum fólks. Og síðan ætla ég að biðja ykkur koma hérna upp, eitt og öðru, þið eru velkomin að koma og við ætlum að kveikja hérna kerti bara fyrir þessa einstaklinga og leggja það bara hér á og skipa okkur í skarði fyrir þessa einstaklinga. Alveg eins og við gerum við börnin okkar, að börnin okkar eru okkar ábyrgð. Við biðjum fyrir þeim, við sjáum til þess að þau fái vernd og varðveislu og þau fái að læra því lífi sem þau koma til með að lífa. Síðan koma þau sjálf og ákvörðunarvaldið kemur í þeirra hendur. En þangað til eru þau á ábyrgð foreldrana. Þessir einstaklingar, eins og ég sagði, eru viljalausir. Þeir eru búin að missa viljan, þeir eru búin að missa viljan til að lifa. Og þá ætlum við að skipa okkur í skorði fyrir þetta fólk. Við ætlum að skipa okkur í skarði fyrir þann sem þú kveikir kerti á fyrir í dag, að þú ætlar að taka hann að þér, þú ætlar að skipa þér í skarði fyrir hann eða hana. Að því bæn þín, hún skiptir máli. Hún skiptir öllu máli fyrir hennar einstakling. Og Guð að starfa þannig í dag að hann kemur fyrir svona yndislega heilaga anda og hann snerti við lífi fólks eins og hann að snerta við lífið þínu hér í kvöld. Af því hann þráir að gæla við þig, hann þráir að umvefja þig elsku og frið, frelsi og kærleika. Veistu, ég á svo marga vini og ég á bróðir sem fjall fyrir þessu ógeði sem áfengi og fíknefni eru. Og ég fekk að sjá hann dáinn með allar æðar sprungnar í líkamannum og líkaminn gjörsamlega í mólum. Og ég spyr að mig í dag, hvar var ég? Hvar var ég á þessum tíma? Var ég virkilega að biðja fyrir honum? Var ég að reyna að styðja hann og styrkja í þeirri baráttu sem hann var í? Var það kannski bara í einhverjum orðum en ekki í verki? Og veistu, þegar þú beygir niður eftir einstakling sem að berjast, að þá ertu að beygja niður til Jesú. Af því kærleikur hans og elska það sem að leysir fólk. Og United starfið það var til akkurat út af þessu, að því okkur ekki sama og við viljum fara áfram og berjast. Við viljum verða þessi hönd framlenging af því sem Guð það sem drottin á þessari jörðu. Heimurinn bara hrikalegur, hann alveg gjörsamlega í rúst, þessi heimur. En það til ríki hérna í jörðin sem Guðs ríkið. Við þráum að taka fólk út úr þessu ríki, óvinarins, sem allt í ringurleið, og koma fólki og færa það inn í Guðs ríkið, sem hér líka, og það býr innra með okkur. Vitið þið, ég get ekki lýst ykkur þeim friði sem Guð gaf mér í líf mitt þegar ég endurnýjaði heiti fyrir 3 árum síðan. Ég tók fyrst trú 1987 eða 8, ég man ekki hvort það var, en vitið þið það, þrátt fyrir þann myrkur sem ég var í og það ógeð sem ég gekk í gegnum þessi 10 ár, að þá var Guð alltaf til staðar og hann til staðar fyrir þig. Hann að banka á dyrnar núna og þú að opna hurðina. Hann ryðist ekki inn í lífið. Taktu í hurðar núna og opnaði og leiði honum að koma inn í lífið og leiði honum að umbreyta hjartaðinu. Þú ert inn í dag. Út af hver ertu inn í dag? Að því það áhuglega á bakvið það. Guð hefur sendt í hingað til þess að fá að heyra þau orð og fá að finna þann kærleika og þá elsku sem hérna inni. Og allir sem í þessu starfi hafa þetta eina markmið. Það að elska, elska og elska og ekki dæma. Þannig við skulum koma hérna upp, bara eitt og eitt, gjörðu það svo vel og hérna við skulum bara kveikja kerti hérna og leggja það hérna við. Amen, komið þið bara eitt og eitt. Við viljum að syngja eitt lag sem yndislegu lofgjörðarsöngur til drottins, það sem við þráum að vera. Það ekki annars, í þeirri nærveru. Amen.
þökkum við miskun þína, Drottinn. Þökkum fyrir elsku þína, Drottinn. Halleluja. Amen. Sjáu þið öll þessi kerti. Vitið þið það? Þetta eru einstaklingar. Þetta eru einstaklingar sem við ætlum að biðja fyrir. Þetta eru einstaklingar sem við ætlum að sjá rísa upp. Einstaklingar sem á óvinnurinn, djöfullinn getur ekki tekið. Vitið það, hugsaðu það, af hverju við horfum aldrei augun á djöflinu. Vitið út af hverju það er? Af því hann er undir fótum okkar. Þú horfir á ekkert sem er undir fótu þínu. Og ég trúi því að þessir einstaklingar sem eru hér, sem að þessi kerti eru að loga fyrir. En sorglegi hlutinu að mörg af þessum kerti eru einstaklingar sem eru farnir hérna núna. Fólk sem að fjall fyrir eigin hendi, fólk sem að fjall fyrir þessum viðbjóðu sem þessi sjúkdómur er. Ég er öflugur en allir herir heims samanlagðir, hef tortinn fleiri mannslífum en flóðstormar og fellibílir, birtist í allskyns myndum á landi og í lofti og í láði. Slingast í þjóri heimis og ég stólið 1000 milljarða. Ég tek allt og ég gef ekkert. Og það er alkohól, og það eru fíkniefni, það er kvíðin, það er óttinn, hræðslan og vanmáttakendin. En ekkert af þessu er með sigurinn ef Jesús er með. Hvert kné skal beygja sig fyrir nafninu Jesú. Hvert einasta kné. Og ég lofa ykkur því, vinir, sem eru hér í kvöld, og líka þú sem ert hérna í kvöld og ert að berjast. Ég bara trúi því að Guð vilji leysa því í kvöld. Guð þráir að koma inn í lífið og gefa þér þessa gleði og gefa þér þennan frið sem hann einn getur gefið. Og það stendur í Filippibréfinu, sem er eitt af mínum uppáhaldsversum, að við þurfum ekki að vera hugsjúk neitt, heldur gerum í öllum hlutum óskir okkar kunnar Guði, með bæn og með beðni og hverju, með þakkagjörð. Við biðjum til Guðs hluti, þessa einstaklinga og við þökkum honum fyrir á sama tíma að bæn okkar er svarað. Og það er trú, það heitir trú. Við gerum allt fyrir trú í dag, vitið þið það? Ef við trúum ekki að við getum unnið þetta verk, ef við trúum ekki að einstaklingur getur risið upp, ef við trúum ekki að fólk getur læknast, að þá gerist það ekki. Við verum að hafa trú. Við göngum fram í trú. Við vonum á hluti. Stundum við er það skringilegt að því við sjáum ekki Guð. Við sjáum ekki Guð, en við finnum fyrir honum. Hann býr innra með okkur fyrir sinn heilaga anda. Og ég trúi því í dag er dagurinn sem við ætlum að segja stopp. Er dagurinn sem við ætlum að segja stopp á það sem djöfullinn er að gera. Þú veist að hann er sigraður. En Guð þráir, alveg eins og þetta myndband sýnir, þráir að fá okkur til að stíga út og gera verkið. Skipinu sem við fengum kom fyrir 2000 árum síðan. Farið út og leitið þessum týnda. Farið út og reisa upp þann sem er niður brotinn. Farið og leggja hendur yfir þann sem er sjúkur og hann mun verða heill. Svo stendur líka að við að gera annað. Við þurfum að byggja upp lærisveina. Við þurfum að byggja þig upp sem er eignast trúna í dag til þess að fara út og sækja fleiri. Vitið, það er bara, veistu, það þarf ekki að vera að lesa biblíuna til þess að skilja það. Það er bara common sense að ef ættingiðin eða vinur liggur við veginn sjúkur eða barinn eða sár, að þú verður að koma og koma með hendina. Þú verður að leysa hann upp. Það er bara common sense, er það ekki? Ef þú elskar bróðinn, þá beygir þig niður eftir hann og hjálpar honum. Eða erum við að dæma? Erum við að ganga bæið með fullan vasin og steinum til þess að gríta í fólk? Þú veist, ég fengið tækifæri núna að vera að starfa svolítið upp í Hlaðgerðarkoti, þannig að ég fæ að taka púlsinn á sig hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi fæ ég hringingar frá fólki sem er að berjast. Á hverjum einasta degi fæ ég hringingar frá fólk og fjölskyldu sem er að splundrast. Og það er rosalega erfitt að segja nei, ég get ekki hjálpa. Ég ætla ekki að lesa í blöðunum daginn eftir ykkur hafi tekið líf sitt í því húsi sem að við að biðja um að koma í. Og við getum ekki gert þetta einn, við verðum að vera saman í að gera þetta. Ég á þessa frá og ég kalla hana angist og hún er góð en hún er líka gerir rosalega sárt. Og ég þrái bara að koma þessari angist inn í líf ykkar. Þessi angist er það að ég get ekki annað heldur en að hjálpa til. Ég finn svo til, ég get ekki sofnað á kvöldin. Eins og hann Teddi minn í dag, þú veist, ég sé hann fyrir mig að hverju einustu klukkutíma er ég að hugsa hvernig hún líður, hvað hann er að gera, hvað hann er búinn að vera að gera síðustu daga. Og það er ógeðslega sárt að geta ekki gert neitt, en við getum gert eitt hlut. Við getum haldið utan um hann, við getum haldið utan um hann, við getum hjálpað honum, við getum ákveðið það að gefast ekki upp. Heldur halda áfram að biðja. Halda áfram að biðja fyrir þessum einstaklingu sem er út og þjást. Og vitið það,
þær gjafir sem Guð situr í lífið þitt í staðinn, sá kærleika og svo elska og svo yfirflæði kærleika Guð sem kemur yfir lífið þitt þegar þú stígur þessi skref. Kirkjan á að vera lifandi kirkja. Við þurfum að vera einstaklingar sem fara út. Við verðum að vera einstaklingar sem nefnum orðið, við tökum á móti orðinu. Það var sýnt vel í þessu myndbandi, en það nægir ekki bara að taka á móti. Jesús var einn úti í hafinu sem var tákmynd upp á heiminn að reyna að bjarga þeim sem voru að týnast þar. En við stóðum og vorum að rífast eða vorum að tilbiðja. Meira fyrir mig, meira fyrir mig, meira fyrir mig. Og þann dag sem var umbreyting í mínu lífi, þá stóð ég akkurat hér. Og þegar Guð talaði til mín þessar hluti með United það hingaði ekki lengra. Þá vorum við að lofa Guð hérna og vorum að draga niður nærveru Guðs, það var yndislegt. Svo fann ég að það brast eitthvað innan með mér, það brast eitthvað inn í hjarta mínu. Og svo sá ég góðan vin minn Njalla eins og hann hét, þar sem hann var einn inn á klósitt upp á lemmi með sprautun í handleggun og dáinu var búin að sprauta sér í lofti. Og veistu, það er akkurat, hér stóð ég og var að biðja meira fyrir mig, meira fyrir mig, meira fyrir mig. Hann dó einsaman upp á lemmi af því hann gafst upp á lífinu eins og svo margir aðrir. Við þurfum að horfa á þetta fólk, við þurfum að vera í skarðinu fyrir þetta fólk, elsku vinir. Og þú sem ert inn í dag og kannski skilur ekki alveg hvað þið er að fara, við erum akkurat að tala um þig, við erum að tala um þig, við þráum að vera í skarðinu fyrir þig, við þráum að hjálpa þér og styðja þig og styrkja þig. Við sýnir svo óbóðslega stóra hluti, áfangaheimili, meðferðarheimili. Við þráum að gera þetta allt, við þráum bara að fara út og hreinsa bæinn af fólki sem eru á þessum stað, en veistu, þetta eru allt manneskjur, yndislega manneskjur með væntingar og vonir fyrir lífi sem eru brostnar í dag. En Guð getur endurvakið þetta allt. Sjáu þið alla segjast að við erum ekki mörg hérna inni, við erum kannski 130-40 manns hérna og hugsið ykkur alla einstaklingar sem eru á bakvið þetta. Vitið, það er maður, það er mannskefn á bakvið þetta. Líf sem er á bakvið þessi kerti. Líf sem er að berjast og við eigum svo mikið svar inn í þetta. Við eigum sannleikan og við þurfum að taka hann og við þurfum að gefa hann áfram. Við þurfum að vera þessi góð ilmur Krists. Við þurfum að lykta af kærleika hans. Sá tími er að koma, í alveg að tala systkini, að Guð gerir svo stórkostleg kraftaverk í þessu landi. Og ég trúi því að Guð sé að vinna í ráðamönnum þessara þjóðar. Guð er að gefa okkur vald og kraft til að tala til þeirra, til þess að breyta hlutum og sjá hlutina breytast. Af því við höfum bara verið gungur, Gídeómönnum var hent út úr skólanum hérna í landinu og fengi ekki að koma í biblíunni inn í skólana. Og hvað gerðum við? Við gerðum ekki neitt. Alls konar frjálsræðir að koma út úr skápunni, ég nefni engin ögn. En það verður að búið til pláss fyrir Guð að ég ætlum að tróða hann og þangað í staðinn. Og við gerum ekki neitt. Við getum bara verið, við eigum að vera málsvari Guðs hér og jörð. Við eigum að standa vörðum en að kærleika þess að elsku. Og vitið að kristin trú er ekki trúarbrögð og er ekkert með trúarbrögð að gera. Það er lífið sjálft. Það er lífið sem við lifum. Það er Kristur. Lífið er með Kristur nú. Og ég er svo sannfærður það. Ég er svo sannfærður það að þetta starf hérna, United starfi sem er mitt hjartans mál, sem ég lifi fyrir í dag. Við ætlum að breyta þessu landi. Við ætlum að breyta hlutum í þessu landi. Við ætlum að snúa þessu við. Við ætlum að taka þetta myrkur í burtu. Við ætlum að setja í ljós. Við ætlum að taka þetta vonleysi í burtu og gefa vonina. Að því Guð einn getur gefið þessu von. Amen. Ég trúi því, Baldur minn getur ekki komið þess. Ég vil þrá hann svo að fá að biðja fyrir fólki hér í kvöld. Fólki sem að finnst að vanta þennan styrk og kraft til að stíga þessi skref og hjálpa öðrum. Að fá þennan styrk og þennan kraft inn í sitt líf og vog og þor til þess að ganga út og leysa og hjálpa fólki. Ég segi það oft í útvarpinu, ég er í útsendingum á mánudagsmótnum og föstudögum, áður fyrir minn helgina og mótnan áður fyrir minn í vikuna. Þá býði fólk að loka augunum þar sem þeir að hlusta út, þeir að hlusta okkar fallegt lag og býða Guð að gefa þeim andlit í hugan. Og það er manneskinn sem þú átt að tala og hringja í, það er manneskinn sem þú átt að heimsækja, það er manneskinn sem þú átt að fara með gjafirna til og veit ég að það getur verið lífsbjörg. Ég fengi að sjá það svo oft og mörgum sinnum, síðustum. Svo sannarlega fór ég með mína síld og rúnstykki fram til við Guð, að við erum að vitna í söguna þegar hann mettaði líðin. Ég fór ekki með neitt í Guðs, en ég fór þá með þetta litla sem ég átti.
og hann margfaldar það og hann gefur manni svo óbóðslegt yfirflæði og kærleika ef þú gengur út á orð hans. Líf okkar að vera yfirflæði af blessunum mín líf annara. Það á ekki að vera barmafullu bikar, það á að vera yfirflæði. Ef þú ert með barmafullu bikar þá fúlnar hún á hann. Það á að vera stöðuð flæði úr þessum bikar sem elska og kærleikur og friður Guðs sem við ætlum að koma með til þessara þjóðar. Og vitið það, við erum búin að vera starfandi í tæpt ár, vitið það hvað, þetta er ekki meira. Byrjum með okkur nokkuð saman hérna. Hingað koma milli 130 til 180 manns. 15, 20, 30 manns sem ákveða að taka skrefið að fylgja frelsarinn í Jesú. Og hvað svo? Við þurfum að halda utan hópum. Ég hvet ykkur til að koma næstu helgi á Ljósafoss og fá að upplifa þetta kærleiksríka samfélag sem ásist að þessum fólk sem hefur eignast þessa trú kemur saman. Við þráum að uppörva hvort annað. Við þráum að gráta saman, hlæja saman, leik og við gerum allt saman af því við elskum það. Vitið, þetta er ekki eins og heimur, það sem myrkrið er. Það er svo mikið myrkur í þessum heimi. Lesið bara blöðin, hlustu á fréttir, hlustu á ógeð og viðbjóðan sem veður yfir þetta land. En það er hægt að tilheyra. Við erum bara útlendingar og gestir hérna í jörðinni. Heimalandi mitt er á himnum. Og þangað er ég að fara. Og ég vil sem flestir komið með. Ég hef oft sagt þess að sögu það þegar stúlkan var að vinna í mjólkurbúðinni og mér finnst svo góð saga. Þetta er svo lýsandi dæmi þá þrá sem við eigum að hafa í líf okkar. Unga stúlkan var frelsuð og búin að vera það í mörg ár og átti lifandi trú. Gamla konan vissi það nú ekki en hún kom á hverjum degi og keypti mjólk og brauð og hverjum einasta degi fleiri mánuði. Síðan kom Kristur í skýjum heimins til að sækja kirkju sína eins og orðið segir. Og svo lyftist unga stúlkan frá jörðu og leið inn í heiminin í svakalegri gleði að fara inn í heiminin. Og svo lítur hún niður og sér gömlu kona niður með stafinn í hendinu og tárin í augunum og sagði, akkur sagður mér ekki frá þessu. Ég hefði viljað vita þetta líka, ég hefði viljað koma með. Við skulum ekki vera í þessari stöðu þegar þessar dagur kemur. Ég er alveg að tala. Þetta er ekki einhver teiknimyndasaga. Þetta er lífið sjálf. Ég er alveg að tala, lítið í kringum, skoðið sköpunina sem er hérna. Haldið þetta að vera til í einhverju sprengingu. Fylgt bull. Það er álíka miklu möguleika en svo kasta sprengju inn í sorpu og svo þegar reykurinn að fara þá stendur bara landsbókasafnið fullskrifað. Bara gleymið þessu, þetta er ekki hægt. Ég er alveg að tala það. Lífið er Kristur, lífið er lífið að lifa með honum. Amen, komið þið fram, elsku vinni, bara komið þið fram og Baldur vinni, varst þú ekki með ykkur orð? Amen. Faðir, þakka þér fyrir Óla Drottin, þakka þér fyrir Drottin. Starfið sem hann hefur unnið Drottin, þakka þér fyrir Drottin, hann hefur hlýtt þér Drottin, hann hefur hlustað á það sem þú hefur sagt, Faðir, hann hefur farið á stað Drottin. Í veikum mætti Drottin hefur hann lagt á stað Drottin, en á göngunum það eru styrkt hann, það eru byggt hann upp, Faðir, þú hefur byggt hann upp í kærleika og elsku Drottin. Ég þakka þér fyrir hjartalagi hans Drottin, ég þakka þér fyrir blessanina sem flæða frá hjartan hans Drottin, ég þakka þér líka fyrir Drottin, það sem þú sett í hjartan hans Drottin, þessi elskandi fólks Drottin, þessi skilyrðislausa elskandi fólks, þessi elska sem þú barst Jesús, þessi elska sem þú hafðir fyrir þeim sem eru brotnir, fyrir þeim sem eru týndir Drottin. Og ég þakka þér fyrir Drottin minn. Þjónustuna hans Drottin, ég þakka fyrir vináttuna hans Drottin, ég þakka fyrir það hver hann er. Yndislegu bróðurinn Ólafur. Amen, ef við gefum hann gott klapp. Amen. Amen. Ég er svo þakkláttur Guði fyrir það að vera partur af þessu starfi, fyrir að hafa fengið að rísa upp. Því að þegar ég byrjaði þessu starfi þá var ég nýskilinn í sambandi við aðra konu í forræðisdeilu og svo misti ég litlu systur mína og allt þetta dundi á svona á sömu 2-3 mánuðunum og ég var borinn ofur liði. Ég hélt ég ætti ekki afturkvæmt. Ég hélt að þetta væri bara búið hjá mér í þessum kirkjubransa því að mér leið þannig. Þá kom hann og baði mig að koma á stað með sér. Og hérna stend ég í dag, sterkari en nokkru sinni fyrr. Veitu út af hverju? Að það var einhver sem rétti út hendina þegar ég lá. Það var einhver sem rétti mér hendina hérna og sagði stattu upp. En ég get líka sagt ykkur það að það var fullt af fólki sem stóð og benti og sparkaði.
og sagði ég vissi að það sem myndi koma, það myndi detta, ég vissi að þetta myndi fara svona, ég vissi það. En það ekki það sem að Guð vill. Heldur vill hann að þú réttir út hendina og segir stattu upp. Göngum saman, höldum áfram. Veit að Jesús Kristur, hann ekki í fjöldabusiness. Okkur finnst það æðislegt að hafa mikið af fólki. Veit að Jesús Kristur, hann ekki í fjöldabusiness. Hann á eftir þessum eina. Hann á eftir þér í kvöld. Þú sem þér í fyrsta skipti. Hann á eftir þér. Þessi samkoma fyrir þig. Alveg svo þessi kerti tákna einn einstakling. Veit að Jesús sagði, ég skil þessa 99 eftir til að fara á eftir þessum eina. Til þess að fara á eftir þessum eina og ná í hann. Seta hann á bakið á mér og bera hann í hörðin aftur. Af því hann elskar þig. Veit að hann dó á krossi til þess að þú getur staðið hér í dag. Hann dó á krossi til þess að þú getur átt frelsi í dag. Til þess að þú getur átt lausn. Því að hann elskar þig og blóðið hans það rann. Hann kom í heiminn til að deyja til þess að þú getur í dag staðið og fætur og sagt, ég vil fylgja þér. Til þess að þú græddur á rótarkvistin, til þess að þú ættir von í dag. Ef þú inni, við lútum höfðu systkini. Ef þú inni og þú hefur verið villur ráandi, þú hefur verið aftur og aftur að berjast við það að þú hefur ekki getað staðið upp. Það eins og eitthvað haldið þig niðri. Það eins og eitthvað sé að berja þig niður. Ef þú inni í dag og þú átt ekki Jesú Krist í hjartanu eða þú áttir hann og þú hefur tapað hann, eða finnst þess að þú hefur tapað hann, þá langar mig að biðja að rétta upp hendina núna. Rétt upp hendina, maður sjá, það konar hendur á loftina, réttu upp hendina. Ef þú inn í dag og þú þarft að fá lausn frá Guði, má ég bjóða þér að standa á fætur það sem þú ert. Ekki óttast, við ekki óttast neitt, það fólk að standa upp allt. Komið fram því okkur langar að biðja með þér, okkur langar að blessa þig. Hér inni fólk sem búið að berjast við þunglindi, ótta og kvíða. Hér inni fólk sem búið að berjast við áfalla röskun og streitu. Komdu fram, því að Guð ætlar að lækna þetta, ætlar að gefa lausn og frelsi. Af því að Guð á eftir þessum eina, hann á eftir þér. Hann á eftir þessum sauð sem týndur, sem fór villur ráðandi frá. Og hann elskar þig. Og hrópið inn í dag, hrópið inn í hjarta þitt. Komdu fram. Skulum halda áfram að lúta höfðu og hætta að horfa kringum okkur. Ég að tala við þig. Hjarta í þér, það stoppar ekki. Hjarta í þér að berjast í brjóstinu á þér. Þú búinn að vera að berjast fyrir lífið þínu. Þegar skólafélagi minn, hann tók sitt eigið líf. Ég var með honum á sunnudaginn í síðustu viku og við fórum út að borða saman og vorum að spjalla saman. Hann keyrði mig heim á hótelið og 3 dögum seinna, 4 dögum seinna og svipti hans í lífi. Hann gafst upp. Þetta baráttan sem við eigum í, hún raunveruleg. Hún svo raunveruleg. Fólk að deyja. Og ég búinn að sjá óteljandi, og þau sögðu mér á Akureyri í skólanum sem ég var, að tvennt ungt fólk hafði tekið sitt líf bara í þeirri viku. Ég myndi ykkur fólk í blóma lífsins með öll tækifæri, fullt af gulli, fullt af blessunum, fullt af þeim blessunum sem Guð hefur látið þeim í té. Svipta sig sínu eigin lífi, svipta sig sjálf sínu eigin framtíð, að þau sjá ekki nema svartnættið. Þetta það sem við erum að berjast við. Þetta það sem við stöndum gegn hér í United. Að þú inni, þú að berjast, hlauptu hérna fram, ekki sitja í sætinu, hlauptu hérna fram, því að Guð með eitthvað fyrir því í dag. Við skulum koma aðeins nær. Svo fólk getur komið. Því í dag náðar dagur, í dag dagur blessunar, í dag dagur lækninga, í dag dagurinn þinn fyrir þitt frelsi. Það sem þú fann lausn af því að Guð á eftir þér. Ég sagði alltaf, ég fann Guð, en ég sá svo seinna að það var Guð sem fann mig. Skulum lúta höfði. Halleluja. Skulum lúta höfðu og skulum biðja saman þessa bæn og segjum bara, elsku Jesús, ég kem fram fyrir þig í dag sem syndari og ég þrái lausn. Ég iðrast synda minna og ég trúi því að þú hefur dáið fyrir mig.
En nú vill ég vera barnið þitt. Nú vill ég ganga með þér. Nú vill ég frelsi. Í Jesú nafni. Amen. Ekki fara neitt, við skulum bara dvelja á þessum stað hérna og leyfum fyrirbiðendum að koma til ykkar, að biðja fyrir ykkur, að blessa ykkur og leyfum heilugum anda að starfa. Ef þú átti ykkur líkamlega kvilla, við erum búin að sjá ótrúlega hluti gerast. Ef þú átti ykkur líkamlega kvilla að etja, komdu þú í horni hérna og við biðjum fyrir þér. Við erum búin að sjá ótrúlega hluti gerast. Sjá fólk læknast á undraverðan og bara alvöru kraftaðir gerast hérna kvöld eftir kvöld. Þannig að ef þú ert að berjast eitthvað líkamlegt, komdu þú hérna í horni og við ætlum að biðja fyrir þér. Annars biðið eftir fyrirbæn og leyfum Guði bara þjóna til okkar.